Jæja, 4-3 sigur útivelli, þú lítur að bjána þér. Já, 3 stig var það voru lífsnauðsynleg fyrir okkur í þeirri baráttu sem við erum í. Þannig að það var gott að ná þeim og 4 góð mörk, þannig að það er gott. Hvernig fannst þér spilamennskan hjá liðinu þínu í dag? Mér fannst hún bara á löngum köflum mjög góð. Eins og ég sagði, 4 góð mörk, við fáum á okkur 3 mörk og maður þarf að velta vöngum af hverju og svo skoðum maður tímasetningarnar á mörkunum og þá er það klárlega hefur það eitthvað með fókuspunkt að gera. Við fáum fyrsta markið á okkur bara í upphafi leiks. Það kalla ég slagur fókuspunktur. Við fáum mark á okkur á 43. þegar mjög stuttur í hálfleikinn. Það er skortur á fókuspunktu og við fáum okkur mark á 92. Það er líka skortur á fókuspunktu. Þannig að það var ekki nógu gott en sem betur fyrir í dag þá gerum við 4 mörk og það gerði það verk að við unnum leikinn. Þannig að maður súmar þetta upp, við skorum 4 mörk og missum fókusinn bara 3 svar og fá okkur bara 3 mörk. Já, í raun og veru, eins og ég segi, tímasetningar marka gefa eitthvað til kynna og mér finnst það bara líka uppi að það var skortur á fókus þegar þessi mörk koma en ég er ekki að horfa á það, ég er að horfa á 4 góð mörk F-liðsins og ég er að horfa á flotta frammistöður á löngum köflum í leiknum og við vinnum leikinn og tökum 3 stig og erum í öðru sæti í deildinni, þannig að það er jákvætt. Þannig að þú myndir segja líka bara, það er bara góð tök yfir leiknum, helst yfir 90 mínútur bara? Nei, ég segi það ekki. Mér fannst við vera með góð tök á löngum köflum en það voru samt moment í seinni hálfleik sem að Stjarnan á bara, mér fannst Stjarnan, vera svona ógn okkur meira. Þannig að 4. markið skipti sköpum í stöðunni 3-2 þá var aðeins herjað á okkur og Stjarnan, var svona ógna. Þannig að við slöktum svolítið í þeim í 4. markið. Það er alveg þannig og þá gat maður andað léttar og fæði og klára leikinn. En nú vantarlega Breiðablik búinn að tapa fyrstu 2 leikjum sínum eftir skiptingu. Það hlýtur gott að ná að setja mikla pressu á þær. Já, ég held að þær séu bara með tærnar upp í loft og hlæja liðanum fyrir neðan sig. Þær eru það langt á undan okkur hinum, þannig að það er hljóta að klára sitt bara og þær þurfa allavega ekki að hugsa eða horfa á hvorki F-liðinu Þróttisstaðinn akkurat núna en við þurfum bara að hugsa okkur, það er bara eina sem við getum gert. Það er að reyna að sækja þau stig sem er í boði og það er hörkuleikur á sunnudag á móti flottu liði Þróttar sem við erum í baráttu við, þannig að við þurfum, það eina sem ég er að hugsa á F-liðið, það er bara næsti leikur móti Þrótti. Það er ekkert annað sem kemst að í okkar huga. Og hvað, eins og móti Þrótti, hvað er það sem þið þurfa að gera mjög gott fyrir þannig leik? Við þurfum bara að vera með gott orkustig. Við þurfum svolítið að horfa í hvernig við mættum þeim síðast. Við unnum góðan sigur á heimavelli síðast. Við erum á heimavelli. Við eigum að verja víð okkar og við þurfum að vera með gott orkustig. Við þurfum að vera tilbúnar í fighting. Þetta verður fightingur og við þurfum að vera tilbúnar í það að berjast fyrir þessum 3 stig. Við viljum 3 stig, Þróttar með 3 stig. Þannig að þetta verður bara vonandi þvílík skemmtilegur sunnudagur. Vonandi bara verða fullt af Þrótturum á vellinum og fullt af F-fangum og að verði góð stemning og góð umgjörð í kringum þennan leik. Því að hann er svona eins og staðan er akkúrat núna, þá er hann mjög stór fyrir bæði lið.